Í þessu myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig við setjum neðanmálsgreinar í ritgerð. Ég er hér með ritgerð sem ég er búin að setja inn texta inn í sniðmótið og merkja með skólanum og önninni og heiti og undirheiti. Síðan myndum við setja nafnið ykkar hér og kennitölu, áfanga og nafn kennara. Í sniðmátinu er búið að gera ráð fyrir efnisyfirliti sem við uppfærum í lokin og einnig töflu og myndayfirliti. Ef þið eru ekki með töflu yfirlit þá eyðið þið þessu bara út en uppfæri myndayfirliti. Hérna er útlitskaflaskil, það er búið að setja það inn. Það er til að það komi ekki haus og fótur á forsíðu eða síðuna með efnisyfirlitinu. Þannig að stækka hérna upp skjáin. Ef ég ætla að setja neðanmálsgrein þá er ég staðsett hér fyrir aftan orðið sem ég ætla að vísa í og ég ætla að setja inn hérna neðanmálsgrein sem fer í 2 línur. Fer ég hérna fer í references og insert footnote. Og fæ ég þetta hérna neðst á síðunni. Og ég ýti á doppklykilinn, það sést nú varla því að inndrátturinn er mjög lítill. En ef ég skrifa inn textann, þá stoppar fyrsta línan hér og þessi lína kemur strax undir. Við ýtum ekki á eftir í loklínu í neðanmálsgreinum, heldur skrifum samfellt. Og ef ég ætla að setja aðra neðanmálsgrein, þá staðset ég mig fyrir aftan textann sem á að vísa í neðanmálsgreinina. Og ég ætla að setja inn aðra sem að fer endar bara í eina línu. Sjá, fer ég hérna og þá fer ég aftur í references, insert footnote, ýta á doppklykilinn og skrifa textann. Og af því að þessi fer bara í eina línu þá er hún bara hér. En þessi fór í 2 línur og þá hangir þetta saman hérna hérna við þar sem að doppklykillinn stoppar. Og ég ætla að vista og ég ætla að sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið setjið inn myndir og merkið og síðan ætla ég í 3. myndskeiðinu að sýna hvernig þið raðið í stafrófsröð og uppfærið mynda og efnisyfirlit.